að kíkja á hæðablaðið, hæðir og mannablaðið okkar. Við fengum þetta svona frá skipulags- eða byggingafulltrúa sveitarfélagsins sem húsið er í. Við ætlum síðan að innsetta þessari AutoCAD-teikningu inn í Revitið og búa þannig til topboard surface eða sem sagt landslag. Stundum þegar við fáum svona teikningar þá eru þær uppsettar þannig, við kíkjum hérna á ísómetri-teikningu, svona, ísómetri-myndina af henni og rótumyndina aðeins og sjá hún er bara alveg flöt hérna, þetta er bara flöt teikning, það er einhver hæðalínur, það er oft sem við fáum svona teikningar og þá eru hæðalínurnar sem eru hérna, sjáðu 74.500, þær eru í 74.500 mm hæð, 74,5 metri frá núlli. Það myndi auðvelda okkur lífið töluvert þegar við förum að setja þetta inn í Revitið. Þannig að við fáum þessa skrá núna, hún er svolítið ófullkomin mörgu hluti. Það er svo útskýra hvað er á henni. Þetta eru hæðalínurnar, við sjáum hérna 74.500, þetta er kódi 74,5 eða 74,50. Þetta er tæp frá sjáanmáli, 74,50 metri frá sjáanmáli. Síðan eru 500 millimetrar, eða halvu metri á milli þeirra. Því það frá þessari línu og að þessari línu er 500 millimetra hæðamunur. Það getur verið mjög þéttar, því þéttari sem eru, því brattari þetta, sjáðu. Ég get ímyndað ykkur hérna að væri svolítið halvu metri hérna á milli, halvu metri hérna á milli og svo bara halvu metri hérna á milli, sjá hvað er stutt hérna á milli. Hérna er mikið brekka. Svo er það víðari hérna, upp frá, hérna er halvu metri frá þessum hérna punkti og hingað og sjá að þannig að hallin er mjög lítill hér, mjög minni. Síðan sjáum við hérna er byggingarreitur á lóðunum, síðan er bláa lína hérna, það er lóðumörkin og svo er gatan hérna og hérna fáum við götukótan. Þessu götukóti 1, hann er í 79,42, kótin er 79,42. Götukóti 2 eru kóta 79,52, götukóti 3 er 79,52 líka, það er sama hæðin hérna á milli, það er svolítið alveg slétt hérna. Þið sjáum hérna á milli er 100 mm hæðarmunur, sem er ekki neitt svona stuttu löngu kafla. Síðan er hérna L stendur fyrir lóðakoti, það er svona lóðakoti 1, 2 og 3 og hérna er ykkur hóll, sjáðu. Hættupunkturinn hérna á þessum lóðum er 77,36. Þessi hérna punktur er 30 cm neðar, 36 nákvæmlega cm neðar, 76,0. Þessi er í sömu hæð og þessi hérna lóðakoti, 76,0 líka. Til þess að forvinna þetta þá ætlum við að taka þessar hæðlínur og smellum hérna á endan á henni. Þetta er pole line hérna. Já, þessi hérna er pole lína. Alveg heila hérna yfir. Ég myndi hægriðsmella hérna með músinni og velja Properties. Þá kemur upp möguleikinn hérna. Hérna sjáum við í hvaða hnittum línur að byrja og hérna sjáum við svolítið sem þetta er elevation. Og hérna sjáum við að elevation er 0. Ef við myndum setja þessa elevation í þessa tölu hérna, 74, þetta er í metrum, við ætlum að hafa þetta í millimetrar hérna uppi. Við setjum þetta í 74.500 og enter. Ok. Við sjáum ekkert gerast hérna á toppmyndinni sem við erum í núna. Ef við snúum okkur, tökum hérna ísómetrin á þetta, ég er hérna í horninu, til að maður. Og sjáum hún er búin að hækka sig upp. Þegar við snúum hérna, hún er komin í 74.500 mm fyrir ofan núlið, þannig að 74,5 metri fyrir ofan núlpunktinn. Þetta ætlum við að gera við alla línunar sem er hérna, alla hæðlínunar. Þessi hérna er 75.000, það er hérna í elevation, 75.000. Ok, þetta er, og hún hoppar hérna.
og þau sjáu hérna, ef við fer alveg hérna í, ég að vinna hérna þessu, ít hérna á hliðarstykkið og sjá, hún hærri, hún 500 mm hærri heldur en lína fyrir neðan. Hinnar enda hérna niðri, þannig við þurfum að klára að vinna þær. Og já, þá sjáum við hérna að þetta hérna lína. Við verðum að hafa pólinn. Við verðum að hafa þetta pólinn. Þannig að við ætlum að búa til, sko, þetta er svolítið skrítin teikning sem við fengum. Hún blanda af pólinn og línu. Við getum breytt línunum í pólinn, við þurfum að gera það. Nota þá skipið sem heitir Join. Veljum svona póllínuna og svo veljum við hina línuna sem hérna. Þá eiga þær að breytast í sem sagt póllínu. Höldum við áfram með það. Ég ætla að reyna að fá þessa línu til að breyta sig eina langa, eða svona eina samfellta póllínu. Þannig að við erum búin að velja þetta allt, íta svo enter. Þannig. En sjáum það að hún ekki alveg að tengja sér saman, það einhverjir beinar hérna einhvers staðar. Þannig að ég þarf að nota fillet skipunina hérna, nota filletið til þess að tengja það saman, passa með að radíun sem sé 0, okay. Og svo vinn ég mig áfram hérna, fylla þetta saman pólulínunar og reglulega þá skoða það hérna, sjáu. Þetta var neil pólulína, allavega hingað, hérna vantar þetta upp á. Þannig að ég held áfram með filletið mitt, íta F og enter. Skoða mig áfram, það er hérna, íta F, enter eða space og trimma mér svona saman. Sjá, þannig að þetta er smá handaðina, en þegar við förum að smella þessu inn í Revitið, þá sjáum við það að þessi vinna hérna, hún margfalt minni heldur en vinnan í Revitinu. Svo. Ég ætla að klára þessa hérna línu. Space hérna. Sko þetta hérna er smá eftir hjá mér. Svona. Ná. Smábútur eftir hér. Þá þetta voru heil lína og ég ætla að hækka hann í 75.500 í elevation hérna. 75.500. Hún hoppar upp, flott. Ég skoða hérna toppviewið hérna. Það var eins og ekkert hefði gerst. En ef við skoðum hliðarviewið þá sjáum við að þær eru búin að hoppa upp línunar. Svo náttúrulega að taka fyrir allar hæðlínunar og munið það, þessi hérna sem ég var að vinna með síðast, hún er 75.500. Þannig að næsta lína hún er því þá 76.000,00 eða 76.000. Lína þar á eftir er þá í 76,5 eða 76.500 og svona höldum við áfram. Þannig erum við búin að klára allar þessar línur og búin að fá allar rétta hæð. Næsta myndbandi ætla að sýna hvað þegar við erum búin að hækka þessar línur og hvernig við vinnum með að setja það inn í Revitið.